Geir Haarde forsætisráðherra verður gestur okkar eftir augnablik og við spyrjum hann út í þau skilyrði sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setur okkur Íslendingum, samning við Breta vegna Icesave-reikninga, stöðu seðlabankastjóra, hvers vegna allir landsmenn þurfa að bera skaðan af fjárfestingum banka og auðmanna og hvort ekki sé ástæða til að boða til þingkosninga fljótlega. Og Geir sestur hjá Sigmari. Geir, verður velkominn. Takk fyrir það. Við hafum ekki með nýja settið. Já, þakka ég kærlega fyrir það. Við skulum byrja kannski á þessum Icesave-reikningum út í Bretlandi. Það hafa verið fréttir það í erlendu fjölmiðlum, Financial Times, að þetta séu svakalegar upphæðir sem Bretar þurfi að lána okkur út af þessu máli öllu, jafnvel 600–700 milljarðar. Af hverju ættum við að borga þetta? Það er mjög góð spurning. Og þetta er auðvitað alveg ömurlegt mál sem þarna kemur upp sem einn angi af öllu þessu bankamáli, þessari bankakreppu. Þetta byggist á því að Landsbankinn opnaði reikninga í Bretlandi og Hollandi og spurningin snýst það að hve miklu leyti innistæðu tryggingar á vegum íslenska ríkisins eiga að standa undir innistæðum breskra innistæðueigenda sem að hafa alltaf verið að leggja þarna inn og leggja þá sitt lóðamörkum til að efla efnahagslífið í Bretlandi. Við höfum ekki fallist á þá lögskýringu að ríkið beri þarna einhvern ótvíræðan rétt. En þetta er ágreiningur milli Íslands og Bretlands og Íslands og Hollands og þann ágreining þarf auðvitað helst að leysa með sómasamlegum og friðsamlegum hætti ef við viljum ekki stefna öllum samskiptum milli landanna í uppnám. Okkur ekki bara að láta reyna á þetta fyrir dómstólum? Er það ekki bara eðlilegasta leiðin þegar auðvitað er það eðlilegasta. Menn deila? Ef það er réttar ágreiningur og svona mál, þá er það eðlilegasta í svona máli og við erum náttúrulega ekki komin að endanlegri niðurstöðu það hvort að það getur orðið raunin. En hitt er annað mál að það eru fleiri hliðar á þessu heldur en svo lögfræðilega og við viljum auðvitað komast hjá miklum hnökrum í samskiptum, sérstaklega við Bretana. Við eigum mikið undir því að okkar samskipti geti gengið vel. En það má auðvitað líka halda því fram að þjóð sem að setur okkur á lista með hryðjuverkamönnum setur eitt fyrirtæki á Íslandi í félagsskap með Al-Qaida, Talibunum, Súdan, Norður-Kóreu og fleiri slíkum aðilum, allskyns fjöldamorðingjum, að slíkir aðilar eiga nú kannski ekki sérstakt inni hjá okkur. Nei, ég meina, er þá ekki bara einboðið að við setjum þetta í dómstól frekar heldur en að vera að semja þetta, því að það hlýtur að teljast alveg ömurlegt ef íslenskur almenningur sem hefur ekkert til saka unnið í þessu máli, hafði ekki hugmynd að mál væri svona þetta í Bretlandi, þurfa að fara að borga inn í framtíðina einhverja 100–200 milljarða. Það hlýtur að vera þannig að það bara komi ekki til greina. Já, við gerum það sem við getum til að koma í veg fyrir það. En það getur líka þurft að semja einhvers konar dómstólameðferð í þessu og það er eitt af því sem við erum að ræða núna. En komast ekki að niðurstöðu að tala saman, sko. Já, en nú er líka þannig að það er verið að semja einhverja hluti inn í einhverjum herbyggjum og þjóðin sem á endanum á mögulega að borga þetta veit ekki neitt og þið gefið voðalega takmarkaðar upplýsingar. Af hverju segið okkur ekki bara núna, hverjar eru ykkar hugmyndir, hverjar eru þeirra hugmyndir? Af hverju er þetta ekki bara fyrir opnum tjöldum? Það er náttúrulega ekki hægt að hafa samningafundi fyrir opnum tjöldum, en við munum auðvitað ráðgast við fleiri. Við áttum ágætan fund við utanríkisráðherra í dag með formönnum stjórnarandstöðuflokkana, þó við höfum ekki getað farið út í einstök atriði í þessum samningum. Við teljum okkur það skylt þegar svona stórt hagsmunamál er á ferðinni og við munum ekki ganga frá neinu endanlega í þessu máli nema ráðgast það á breiðari grundvelli og auðvitað er þetta með fyrirvarum samt ekki Alþingis ef við að ræða einhver fjárútlát. Það segir sig bara sjálft. En ég meina, segðu bara við okkur, kemur til greina ef þeir heimta að við þurfum að borga 200 milljarða? Kemur það til greina? Ekki ef ég fengi að ráða þessu einn. En aðrir í ríkisstjórninni? Nei, við erum auðvitað samstíga í þessu í ríkisstjórninni. Við viljum auðvitað koma þessu máli í skynsamlega farveg og náttúrulega helst af öllu losna við að borga þetta og sjá svo til að eignir Landsbankans í Bretlandi geti nýst til þess að fara upp í þennan reikning. En ef það færu ekki upp í þennan reikning, þá myndir það nýtast í eitthvað annað. Gáða því, þá þurfum við að eiga samstarf við breski yfirvöld það að vernda þessar reiknir, þannig að það eyðileggist ekki og geti komið upp í reikningin. Þess vegna meðal annars þurfum við að tala saman og vera í samstarfi. Já, en þessar eignir sem að fara upp í þessar skuldir þá, ef að Bretarnir lána okkur fyrir þessum innistæðum, það eru eignir sem myndu nýtast okkur við eitthvað annað, uppbyggingunni hér heima. Þetta eru peningar sem þjóðin á í dag. Já, þetta er þrotabú Landsbankans og myndi fara með einhverjum hætti upp í skuldir hans. Við gerðum lagabreytingu hérna og settum innistæðurnar í forgang.
Þannig að það verður að taka þær fram fyrir aðrar kröfur. Ég ger ekki ráð fyrir því að þetta myndi nú geta nýst okkur hérna heima að nokkru marki. En af hverju er þessi staða við erum hérna með vandamál sem enginn átti von á. Já, af hverju er það ekki? Af hverju átti enginn von á því? Af hverju eru þið svona berskjöldu núna fyrir því að þessi staður uppi vegna þess að bara leið að bankarnir fara á hausinn þá allt í einu, við skuldum fleiri 100 milljarðar út í heimi. Já, þetta er mjög góð spurning, sko, en þetta er ekki eitthvað sem ríkisstjórnin bjóð til. Nei, en þetta gerist á meðan þið ráðið. Í regluverki, en nú ætla ég samt að rukka þetta svar. Þetta gerist á meðan þið ráðið. Þetta gerist í umhverfi sem þið búið til, sem Sjálfstæðisflokkurinn er rosalega miklu leyti ábyrgur fyrir. Og allt í einu þegar bankarnir hrynja, þá það verður mögulega reikningur á íslenska þjóð upp á 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 milljarðar. Þetta gerist á grundvelli samningsins Evrópska efnahagsvæði og það eru reglur þar sem kveða á það að banki í einu landi geti hafið starfsemi í öðru án þess að leita sérstakra heimilda til þess. Og hann starfar þá á grundvelli reglnanna í heimalandi sínu. Það er það sem á við hér, að Landsbankinn á Íslandi er að setja upp útibúð þarna í Bretlandi og Hollandi. Og þetta er nána spurning tilkynningar. Þarna má segja að hafi verið gat í reglunum. Það er greinilegt að þetta var aldrei ætlunin að setja ríkissjóð Íslands eða annarra manna ríkissjóði í þessa stöðu. Við erum að reyna að koma okkur út úr þessu. Þetta er ekki eitthvað sem við áttum von á að gæti gerst, þó við höfum svona þetta séð á þessu ári að þarna voru hættu merki og vorum að leggja Landsbankanum að breyta þessu fyrirtæki yfir í dótturfélag, þannig að ábyrgðin flyttist yfir til Bretlands þar sem hún á auðvitað heima þegar að ræða breskar innistæður. Hvenær sáu þið það og af hverju var ekki meiri þungi? Það var mikill þungi í því, bæði af hálfu okkar fjármálaeftirlits og ríkisstjórnarinnar en líka fjármálaeftirlitsins í Bretlandi, en það vannst ekki tími af hálfu Landsbankans til að ljúka því máli því miður. Ég tel að vilji þeirra hafi staðið til þess, allavega undir lokin, að reyna að hraða því, en það gekk ekki. En við verðum að fá svigrúm til þess að reyna að ljúka þessum málum með sómasamlegum hætti. Helst þannig að það falli ekki á okkur neinar skuldbindingar, það uppi staðið. En auðvitað verðum við þá að geta tala við Bretana í trúnaði þetta. Jafnvel þó að þeir hafi hagast eins og þeir hafa gert í okkar garð, sem er fáránleg framkoma og ég efast eins og ég sagði í þinginu, að þeir hefðu sett nokkra þjóð, vestræna þjóð, sem væri stærri og voldugri heldur við á slíkan lista. Þetta er alveg skammarlegt. Já, en hvernig er það rétt sem að hefur heyrst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setji þessi skilyrði vegna pressu frá Bretum að það veri gert upp við Breta út af þessu áður en að hann kemur hérna inn sjóðurinn? Það er ekki rétt að orða það þannig, en sjóðurinn vill gjarnan að þessi mál séu komin á hreint áður en lengra er haldið. Bretar og hollendingar eiga fulltrúa í stjórn sjóðsins. En í hvað stöðu erum við þá gagnvart sjóðnum hérna? Við erum með þarna einhverjar svakalegar fjárhæðir sem við viljum ekki borga ef ég skil þetta rétt. Ég ætla bara að segja þér eitt þetta. Við munum ekki láta kúga okkur í þessum máli. Það er það eina sem ég get sagt þetta núna. En þú verður að virða það við mig þó ég get ekki sagt allt þetta mál sem verður að tala milli manna núna. En ég ætla samt að rukka þig svolítið stíft það vegna þess að þjóðinni vantar svör og hún situr og það heyrir til dæmis Ingibjörgu Sólrúni tala fyrir hérna nokkurum dögum þar sem hún talar um að ástandi sé miklu alvarlegra heldur en nokkurn hafi órað fyrir og þið svaruð okkur ekki alveg hreint út hvað er í gangi. Ertu að tala þá efnahagsástand? Nei, þá er ég bara að tala almennt allt það sem er í gangi. Fólk er allstaðar að velta því fyrir sér hver staða þess er. Já, þetta er margþætt og vissulega mjög flókið mál og einn ánginn af því er náttúrulega bara það sem snýr að heimilunum í landinu og sparnaði almennings og svo framvegis. Annað atriði er síðan hinn þjóðhagslega mynd, þar að segja hvernig fer okkar efnahagsstaða út úr þessu, hver verður staða þjóðarbúsins þegar við erum komin í gegnum þetta og það er alveg ljóst að við það að bankarnir fara með þessum hætti koll, að þá minnkar okkar þjóðarframleiðsla, það mun fjölga fólki sem ekki hefur vinnu, það mun aukast hallinn á ríkissjóði töluvert, það er óvissa verðbólguna meðan gengið er ekki farið að styrkjast. Þetta eru stærðirnar sem við verum að horfast í augu við og við höfum fengið Gjaldeyrissjóðinn í lið með okkur til þess að greina þetta ástand og gera tillögur það hvernig við höfum að koma okkur sem fyrst út úr þessu. Það snúast viðræðurnar við hann. En samt, hvað er það í þessum viðræðum sem gerir það verkum að þetta þolir ekki dagsins ljós? Af hverju er ekki bara hægt að ræða þetta opinskátt og upplýsandi hátt til dæmis inn á Alþingi þessum kjörnum? Nú er ég að tala um Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er algjör misskilningur að það sé eitthvað þar sem ekki þolir dagsins ljós. Þeir eru að vinna sína vinnu og okkar sérfræðingur eru að vinna sína vinnu. Síðan fer þetta í ákveðið ferli á vettvangi sjóðsins vegna þess að hann er ekki sjálfsafgreiðslustofnun. Það þarf að fara með þetta í gegnum kerfið hjá þeim og inn fyrir stjórnin og svo framvegis. En ég get þó sagt að það sem er verið að tala í þessu sambandi eru aðgerðir á sviði efnahagsmála, ríkisfjármál,
penninga- og gengismál, endurskipulagning bankakerfisins, sem allt hluti sem við þurfum að horfast í augu við og gera annarkvort einir eða í samstarfi við gjaldeyrisjóð. Risavaxin mál, Já. hvað hann að fara fram á? Þú hlýtur að geta sagt okkur eitthvað. Hann að fara fram á það? Hann að fara fram á ábyrga og skynsamlega stefnu í ríkisfjármálum. Hann að fara fram á... Hvað þýðir það? Já, það þýðir það að við þurfum að taka á þessum halla sem að birtast, en við gerum það með því að skera niður útgjöld á nokkrum árum. Þannig að við erum komin út úr hallanum eftir 4-5 ár, eitthvað svoleiðis. Við þurfum að skera niður ríkisútgjöld vantarlega mjög mikið. Við höfum það í hend okkar með hvaða hætti við gerum þessa hluti. Ég segi við þig, ef við staðum hérna frammi fyrir þessu vandamáli sem nú er uppkomið, hellist yfir okkur vegna aðstæðan á erlendu fjármálamörkuðum og við værum einir að fara í gegnum þetta Íslendingar, þá myndum við þurfa að takast á við það jafnt, hvort sem við höfum aðstoð gjaldeyrisjóðsins eða ekki. Og þeir eru konir hérna til þess að leggja okkur lið en ekki búa til ný vandamál. Og þeir hafa, ef við leitum samstarfs við þá, sem ekki er ennþá búið að ákveða, af því við höfum bara verið í könnunarviðræðum, að þá byggist það á því að þeir veiti lán til að koma gjaldeyrismarkaðnum okkar hérna í gang og veiti síðan ákveðna fyrirgreiðslu sem er í svona varasjóður og leggja okkur síðan lið með ráðgjöf og öðru þess áttar varðandi efnahagsstefnuna. Kemur til greina svona í ljósi umræðandar hátt vaxtastig í landinu að samþykja það ef maður fer fram á það að hér verði vextir tiltölulega háir og jafnvel hærri heldur en nú er? Vextir hafa nú þótt háir á Íslandi að undanförnu og vaxtastefnan verður að vera sveigjanleg í þeirri merkingu að vextir geta bæði hækkað og lækkað. En ég get ekki farið út í það hvort að hann er að gera einhverjar ákveðna kröfur með við núverandi vaxtastig. Það var alveg út í hött af mér að nefna það. Já. Finnst þér verið eitthvað skilyrði fyrir því núna að vextir séu hærri? Ég hef ekki haldið því fram. Nei. Hefurðu heyrt það eitthvað? Nei, þú vilt frekar lækka þá held ég. Flestir vilja það, Já. En við mögum ekki gleyma því að vextir eru núna, raunvextir eru neikvæðir með hvað verðbólgustigið er. Málið er að koma verðbólgunni niður. Málið er að koma verðbólgunni á viðráðanlegt stig. Þá munul vextir lækka hratt í kjölfarið. Það snýst auðvitað þessi barátta. Er ekki algjörlega innboðið, sama hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir eða segir ekki, að fólkið sem að núna er að borga miklu meira heldur en áður á íbúðalánum sínum, það er að missa vinnuna sína, það er búið að tapa hlut af lífeyrinni sínum, það er búið að verða fyrir gríðarlegum skakkaföllum í fjárhagslegu tilliti á allan hátt, að núna þurfið þið að fara að hækka skatta á þetta fólk. Við getum ekki útilokað það að það þurfa að hækka einhverja skatta. Það þarf að velja það vel hvernig það er gert. Það þarf að hugsanlega auka tekjur í ríkissjóð. En það getur líka þurft að draga úr útgjöldum. Allt eru þetta hlutir sem þarf að horfa á fordómalaust eins og staðan er núna. Það er óhjákvæmilegt. Hérna, þið hljótið að vera búin að fara yfir það með einhverjum hætti hvað þetta eru miklu peningar sem að ríkissjóður kemur til með að skulda þegar þetta allt er gert upp og við erum að heyra tölur 1000 til 2000 milljarðar. Það er nú held ég orðum aukið. En það er alveg ljóst að þegar að bankarnir fara koll og það þarf að endur fjármagna þá náttúrulega gerir ríkið það með því að auka sína skuldir. Hvernig getur við verið í þeirri stöðu? Og það er auðvitað eitt af því sem við erum að meta með gjaldeyrisjóðnum. Hver verður skuldastaðan og hvaða skuldastaða er viðráðanleg fyrir okkur? En hvernig getur svo staða verið uppi hér í vestrænu opnu lýðræði samfélagi að almenningur þarf að borga reikningin fyrir eitthvað útrássarævintýri sem hann ber enga ábyrgð á, ekki nokkra einustu? Það er nú ekki þar með sagt að það þurfa að borga þennan reikning, að almenningur þurfa að borga þennan reikning á endanum. Við erum að leggja hérna fé inn í bankana, búa til ný fyrirtæki úr þeim. Vonandi getum við fengið þá peninga aftur áður en mjög langt líður. Það er auðvitað meiningin og það er allt annað þegar er að ræða svona innanlandsskuld, eins og ef við myndum þurfa að leggja fé inn í Seðlabankann, þá er það bara innanhús í ríkisbókhaldinu má segja. Nú þannig að þetta er ekki flókið mál þá? Sumt að því er ekki flókið mál. Þess vegna mátti ekki gera of mikið úr þessu. En við þurfum auðvitað veg og meta þetta. Ég er nú bara að lesa í það sem að þið eruð að segja sjálf. Þið talið eins og staðan sé grafalvarleg. Auðvitað er nú það. Já, og af hverju þurfa heimilin í landinu að blæða fyrir það að á meðan bankarnir fóru geyst og eigendur bankana fóru geyst og settu hér landið nánast á hausinn, á meðan að Sjálfstæðisflokkurinn og þú baruð ábyrgð á því regluverki sem að gilti, á meðan að Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið stóð ekki vaktina, af hverju eigum við öll og börnin okkar og barnabörn að borga þetta rugl? Vonandi verður ekki mikið sem þarf að borga þegar upp er staðið. Þetta er mjög góð spurning. Við eigum ekki að borga skuldir sem að einstaklingar eða einkaaðilar hafa steypt ríkinu í, hafa steypt sér í. Út af það gengur öll þessi aðgerð, það er að koma í veg fyrir það að ríkið þurfa að borga allar skuldir bankana sem voru einkafyrirtæki. Við þurfum hins vegar að endurfjármagna þá
og á meðan þeir eru í ríkiseigu að þá færist það sem skuld hjá ríkissjóði, síðan tekst nú vonandi að breyta því eignarhaldi og ég hef barist fyrir því í mörg ár, Sigmar, að lækka skuldir ríkissjóðs. Það var mitt aðal verkefni meðan ég var fjármálaráðherra, það var að berjast fyrir því að lækka skuldir ríkissjóðs. Mér varð verulega ágengt. Heldur þetta sé ekki ömurlegt að þurfa að horfast í augu við það hvernig þetta ástand hefur gjörbreyst núna? Já, en þú bara berð ábyrgð á þessu, ekki? Þú hlýtur að bera ábyrgð á þessu sjálfur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í mörg ár predikað það að það sé stöðugleiki þegar hann stjórnar. Nú er landið nærri þjóðagjaldþroti. Nei, það er ekki rétt. Já, landið er að minnsta kosti svo illa statt að við höfum aldrei séð það svartara núna í áratugi. Þú hlýtur að bera ábyrgð, þinn flokkur. Af hverju ættu þið að leiða okkur út úr þeim vanda sem þið komuð okkur í? Við berum ekki ábyrgð á heimskreppunni sem að núna skellur á. Við berum ekki ábyrgð á stöðunni á erlendum fjármálamörkuðum. Við berum ekki ábyrgð á því að bankarnir gátu ekki fengið endurfjármögnun út í heimi. Nefndu mér fyrst eitt land í Evrópu sem fer jafn illa út úr þessari kreppu. Það er vandfundið það land vegna þess að vandinn er að hluta til heimakengur. Vegna þess að bankakerfið okkar var orðið allt of stórt með okkar þjóðarbúskap. Já, og hverjum er það að kenna, Geir? Hverjum er það að kenna? Ég ætla að axla þá ábyrgð. Þú spurðir ábyrgð. Auðvitað berum við mörg ábyrgð. Ég ætla ekki að kasta frá mér ábyrgðinni á því að koma okkur í gegnum þetta vandraða ástand. En ertu vissum að þú njótir trausts vegna þess að þú komst ásamt öðrum okkur í þetta? Nei, við breyttum hérna þjóðfélaginu. Við breyttum þjóðfélaginu og þetta hérna sem við stöndum núna frammi fyrir er það að það opnuðist bankamarkaðirnir, það opnaðist fjármálamarkaðurinn þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið. Af hverju er ekki strangari lagaram þetta? Af hverju er almenningur núna að borga upp milljarðatugi, 100 milljarða vegna þess að eftirlit með bönkunum og eigandum bankana var ekki nægilega mikið? Þú ert að gefa þér alveg forsendur sem að, þú er ekkit endilega fyrir þér í því. Við ákváðum það fyrir mörgum árum Íslendingar að taka þátt í alþjóðavæðingunni, opna fjármálamarkaðana, gerast aðilar evrópska efnahagsvæðinu. Við erum með nákvæmlega sama regluverk og aðrar Evrópuþjóðir. Okkur fara þær þá ekki svona illa út úr þessu? Vegna þess að við erum með miklu minna þjóðfélag og bankarnir urðu ofvaxnir þjóðfélagi. Af hverju var þá þeim leyft að vaxa svona mikið? Já, það gerðist bara, þú veist... Óvart? Já, það má kannski segja það. Það er alveg rétt á að hyggja, er það rétt að það hefði kannski átt að reyna að tempra það. En í því efnir er auðvelt að vera vitur eftir á. Þetta gekk mjög vel þegar bankarnir voru að skila hérna 20 milljarða í ríkissjóð og mjög háum launum til mjög mikil fjölda af fólki. Það er engin kostur í dag. Hvorki þeir né við gátu séð það fyrir að undirmálsmarkaðurinn í Bandaríkjunum, húsnæðismarkaðurinn í Bandaríkjunum myndi leika fjármálakerfið heimsins svo grátt sem raun ber vitni. En það leikur okkur verð. Ég er búinn að útskýra af hverju það er. Já, en bankarnir verða stærri vegna þess að þeim er leyftar verða stærri. Það er búið að benda á þetta, það var málsmetandi hagfræðingar bent á þetta í mörg ár. Útlendingar, sérfræðingar úti hafa bent á þetta í mörg ár. Þorvaldur Gylfason er búinn að tala um þetta fyrir daufum eyrum ákaflega lengi. Ragnar Önundarson er búinn að gera það. Davíð Oddsson segist hér í Kastljósviðtali hafa labbað inn á fund ríkisstjórnarinnar og vara við þessu mjög lengi. Af hverju gerðu þið ekki neitt til að stoppa þetta? Bankarnir nýttu sér það frelsi sem þeim var veitt í þessum alþjóðlegu reglum. Það má kannski segja sem svo að við hefðum átt að ganga lengra í að herða hérna reglurnar heldur en aðrar þjóðir. Ég býst nú við því að þá hefði heyrst hljóður horni einhvers staðar. En þeir fóru auðvitað ógætilega, það má segja það eftir á, en aðal ástæðan fyrir þess er auðvitað svo að þeir fengi ekki endurfjármögnun vegna þessara aðstæðna út í heimi. En þetta er líka vegna þess að þeirra staða er orðin svolítið þrengri heldur hún raun og veru getur verið og baklandið er ekki nú öflugt. Það tala um að Seðlabankinn byrja hluta... Þú að spyrja mig að fullera þetta? Já, ég er bara fullera út frá þeirri umræða sem hefur verið. Annað það? Já, og ég ætla alveg að leyfa mér það í þessu viðtali vegna þess að það er ögustund í gangi hérna hjá þessari þjóð. Og það hlýtur að mig að spyrja svolítið krítískt valdhafana sem að bera einhver ábyrgð á því. Þú voru þá að hleypa mér að til að svara. Seðlabankinn, hann ber ábyrgð að margra mati. Af hverju situr bankastjórnin þar ennþá? Það kemur ekki til greina að persónu gera þann vanda sem núna er við að fást í þeim 3 önnum sem sitja í bankastjórn Seðlabankans. Það er ekki hægt að kenna þeim þetta sem einstaklingum. Stefna bankans hefur beðið skipbrot. Hún nýtur ekki trausts hvorki hér innanlands né erlendis. Er ekki fyrsta verk að fá nýja menn með nýja stefnu í nýrri stjórn til þess að endurvekja traustið? Ég fellst ekki á þessar forsendur sem þú ert með í spurningunni og þess vegna er svarið augljóst. Ég tel ekki að þeir eiga að víkja. Þetta er ekki forsendar sem ég gef mér, ég er bara að tala út frá þeirri gagnrýni sem er almennt í samfélaginu, til að mynda í samfélkingunni sem að þú ert. Ég fellst ekki á þessa gagnrýni. Nei. Munu þeir víkja
á næstunni? Ekki af mínum völdum. Nei. Hefur það verið rætt í ríkisstjórn? Nei, það hefur ekki verið rætt. Nei, það hefur ekki verið rætt. Sko, bankin heyrir undir mig. Forsætisráðherra er ráðherra Seðlabankans. Og ég hef ekki tekið neina slík ákvörðun og hyggst ekki gera. Nei. Er ekki sanngjarnt að bjóða fólki upp á það að kjósa til Alþingis núna á þessum vetri í ljósi breyttra aðstæðna með það sem að síðast Finnst þér nú, Sigmar, að við eigum að bæta pólitískri kreppu ofan á þessa bankakreppu og efnahagskreppu sem við erum að fást við? Mér finnst það ekki. Og ég ætla ekki að hlaupa til og boða til kosninga við núverandi aðstæður. Nei. En nú er það samt þannig að það eru margir að kalla eftir því. Það getur vel verið. Björn Bjarnason útilokaði ekki. Auðvitað er ekki hægt að útiloka það. Hver getur útilokað slíkt? Heldur að við séum hræddir við kosningar? Ég tel bara að það sé óábyrgt að stefna málum í kosningar með þeirri óvissu sem þeim fylgir þegar við erum með fangi fullt af alvarlegum verkefnum, við erum með ríkisstjórn sem hefur 2/3 þingmeirihluta og getur alveg tekist á við þetta. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis, takk.